Næsta mál liðið 3. Það einelti. Íris Ósk Sverrisdóttir, ungmennaráðsfulltrúi, stígur upp í pontu. Kæri forseti, bæjarstjórn, fulltrúar, ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Ég hér í dag til að ræða hvernig á að taka á einelti og ofbeldi milli barna. Börn og ungmenni kvarta mikið því að ekki tekið almennilega flestum málum þar þegar þau tengjast einelti. Einelti getur komið í mörgum formum eins og andlegt, líkamlegt og fleira. En samt alltaf þegar börn og ungmenni leita sér aðstoð ekkert gert í þessu. Börn og ungmenni ættu að geta farið til einhver sem gerir eitthvað. Auðvitað eru sum mál stærri en önnur og ekki hægt að bregðast eins við þessu öllu. En sum eru það alvarleg að það ætti helst að taka á þeim sem fyrst. Til dæmis ætti aldrei að láta geranda og þolanda í sama vinnuhóp og láta það sitja saman í skólanum. Nokkur mál hafa komið upp að börn eru nota ofbeldi gegn hvort öðru og hafa komið upp grafalvarleg mál sem ekki alveg tekið nóg á. Börn og ungmenni eru byrjað að bera vopn á sér þegar þau fara út þegar líður eins og þau sé ekki örugg. Sem ekki í lagi, því hvernig eigum við að kalla okkur barnvænt sveitarfélag ef börnin eru að ferðast með vopn vegna óöryggis. Mér finnst ekkert barn ætti að þurfa að lifa í hræðslu að eitthvað skyldi gerast við þau. En þetta ekki bara líkamlegt. Börn og ungmenni enda mikið í andlegu einelti sem getur leitt upp til mikils vanlíðan. Til dæmis þegar við leggjum barn í einelti og kalla það alls kyns nöfnum geta það leitt upp til sjálfsvígshugsana. En hvað er verið að gera í þessu núna? Í sumum tilfellum tekur skólinn við þessu og talar við einstaklinginn og stundum bætt foreldrunum við. En hvernig getum við sem samfélag breytt þessu? Við getum byrjað á því að sýna ungmennum hvert hægt að leita þegar svona atvik koma upp, með því að gera eineltisstefnur sýnilegri fyrir ungmenni og foreldra. Mér og öðrum finnst að svona hegðun ætti að hafa sínar afleiðingar. Það mun ekki bara bitna á einstaklingnum, heldur mun þetta hrista í foreldrunum og leiða þau til að taka betur á þessu. Einnig hægt að námskeið fyrir starfsfólk skóla og sýna hvað best að gera þegar svona atvik koma upp. Líka hægt að hafa kennslu fyrir ungmenni sem tekið vel fram að eitt högg á vitlausum stað getur leitt til andláts eða grafalvarlega höfuðáverka. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Íris Ósk lokið máli sínu og upp í pontu stígur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæta ungmennaráð, takk kærlega fyrir virkilega mikilvæga umræðu Íris Ósk og málefni sem að brennur á okkur öllum í raun þessa dagana. Og mér var einmitt hugsað til þess bara í gær að við varum að fara að ræða þetta í dag þegar ég sá nýjustu færslu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem að hún talar mikla aukningu á ofbeldishegðun. Þannig þetta eitthvað sem við verðum að taka mjög alvarlega. Yfirvöld hafa í einhverju leyti verið að reyna að bregðast við og það fyrsta sem nýr dómsmálaráðherra gerði sem dæmi var að hækka sektir við vopnaburð upp í 150.000. Auðvitað það ekki að fara að redda neinu málum, en það gæti að vera einhverju leyti víti til varnaðar fyrir einhverja. En ég hef samt sem ára áhyggjur af því að ég hef heyrt unga krakka segja bara í umræðinu hennar vopnaburð, þar ég þá ekki bara líka fara að ganga með hníf. Einhverju sem myndi bara aldrei detta það í hug áður. En það einnig verið að auka við starfslið samfélagslögreglu og ég sé að það búið að ráða töluvert af starfsfólki hér á Akureyri en samfélagslögregla eitthvað sem á að sinna bæði forvörnum og vera sýnileg og munu vonandi þá bregðast við þessari fræðslu sem þú óskar eftir Íris Ósk inn í skólana hvað svona ofbeldi getur verið hættulegt. Bara eitt högg geti leitt til dauða. Þannig að ég bara bind mikla vonir við þessa aukningu í samfélagslögreglu. En þó að það sé verið að bregðast þarna við, þá þurfum við líka öll að bregðast við. Líka þið, bara eins og þið eruð að gera í dag, þið þurfum líka að láta í ykkur heyra og að þið hafi áhyggjur og það hlustað. Þannig að nú þurfum við sem sveitarfélag að leggjast yfir það hvaða sem við getum gert
Og eins þurfum við sveitarfélögin að fá heimilin með okkur og ég tengi alltaf pínu ofbeldi við pínu stafræna þróun og skorta og stafrænu læsi og að einhver grunnur af þessu kemur bara úr samfélagsmiðlunum og einhverja bylgjur og svo fleira og þetta eitthvað sem að við þurfum bara virkilega að fara að skoða, að fara að auka stafrænt læsi og það var einhvern tíma samþykkt hérna í bæjarstjórn að gera það og það væri gaman bara að fá til kynningu á því hvert það hefur leitt okkur. En ég sá bara í gær að þá fór ég á fund í Naustaskóla sem var fyrir foreldra í Naustaskóla og svo bara almennt foreldra sem vera fyrirlestur ofbeldi og hegðunarvanda barna og það var bara stútfullt hús. Það þurfti bara að ná í fleiri stóla. Yfirleitt þegar maður fer á foreldrafundið þá mæta örfa og hræður. Hvað segir þetta okkur? Foreldrar eru mjög áhyggjufullir yfir stöðinni og við verðum að bregðast við. Og hún Sofía sem hélt þennan fyrirlestur og sérfræðingur í þessum málum og íþróttaþjálfari líka og hún hrósaði sérstaklega Naustaskóla og Bryndís í skólastjóra þar fyrir að þora bara viðurkenna að hún ræður ekki við ástandi. Hún var bara að kalla á hjálp og fá þessa konu inn í skólan í gær og hún var að vinna með starfsfólki allan daginn við að vinna í þessum málum. Þannig að við megum ekki vera hrædd við að ræða stöðuna. Ég hef aðeins rætt við ykkur ungmennaráð og takk enn og aftur fyrir að taka á móti mér og bæjarfulltrúa Gunnari fyrra árinu þegar ég var aðeins að ræða við ykkur samfélagsmiðlanotkun og hvernig við þyrftum að bregðast í framhaldinu af símafríinu af því að símafrí í skólum ekki nóg. Við þurfum að fá heimilin með okkur og hvernig við ætlum að gera það. Varðandi eineltið þá væri líka bara gaman að heyra einhvern tímann betur frá ykkur hvernig þið eruð að upplifa innan veggja skólans. Maður veit ýmislegt stafrænt einelti en hvernig ástandi inn í skólunum ég bara ekki nógu vel inni og væri bara frábært að heyra í ykkur við tækifæri. Og varðandi leiðir hvert hægt hvert geti leitað, það þyrfti einmitt að ræða bara inn í fræðslu og lýðheilsuráði hver verkferlarnir þar eru og ég bara hveti ykkur fulltrúa í fræðslu og lýðheilsuráði að biðja umræðu þetta mál þar sem verður farið yfir þessa verkferla því að ég bara hveti ykkur líka til að bara vera duglega að biðja mál og umræður. Svo stofnað í október í haust samráðsvettvangur Norðurlands eystra sem svæðisbundið samráð um varnir gegn ofbeldi og þetta lögreglan, sveitarfélögin, framhaldsskólarnir og heilbrigðisstofnanir og vonandi munum við sjá einhvern árangur af þeirri vinnu. En annars að lokum bara hveti ykkur til að láta ykkur heyra og nú þurfum við bara öll að sýna að við erum riddarar kærleikans. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunnahlín lokið máli sínu og orðið laust. Þá skulum við fylgja dagskrá og fara yfir í lið 4.